Snorri, kemur náttúrulega fréttir af Donna helgina, fréttir sem komu okkur á óvart, sérstaklega eftir ummælið þín fyrir æfingur á föstudaginn að hópurinn væri bara góður. Þetta skrítið mál. Nei, það er glímaði meiðsli og þau voru bara verri heldur en hann taldi og við töldum og náttúrulega töluvert verri og því miður fyrir hann, fyrir hans leini aðgerð og náttúrulega bara maðurinn ekki heill heilsu og þurfti að draðast út úr hópnum en auðvitað kannski var þetta ekki eitthvað sem við eða hann vorum að búast við. Annars, Bjarki Már, stífleiki kálfa strax, eða undirbúning alla hafinn. Hvernig meturðu stöðuna á honum til dæmis? Það er náttúrulega, hún er bara frábær, með æfingunni í gær þá bara leitaði hann bara vel út og það var meira kannski svona varúðarráðstöfun að hafa hann ekki með á þessum fyrstum æfingum. Hann var að koma úr pásu og æfa öðruvísi en aðrir, þannig að eins og hann orðaði það sjálf við mig, hann gat alveg eftir en á meðan Jóndýr og Jón Gunnar mátu það bara þannig að þetta væri kannski skynsamara þá ákvað ég bara að vera sammála því. Það er engin annar en þú og Arnór kannski sem viti hversu stór hlutverkin Donni yrði í og mögulega Þorsteinn Leó sem eru svona þessi menn sem eru tæpir eða bara meiddir. Hefur þetta einhver áhrif á hópinn, getur þú komið eftir á skýringar eftir mót og sagt að þessi meiðsli mun hafa áhrif á það hvernig mun gangi í fyrstu leikjunum? Nei, eftir á skýringar, það verður alltaf einhverjar saman hvernig fer en við getum ekki hallað ykkur upp á meiddu mönnum, þeir eru bara meiddir en auðvitað hafa þeir þessi tveir ykkur eiginleika kannski sem ég hefði alveg viljað hafa í hópnum og ef þriðji leikmaður með þessi eiginleika væri svona til staðar þá kannski væri ég búinn að kalla hann inn þannig að það hefur alveg einhver áhrif en svo er það líka þannig að þú er bara með einhvern hóp sem er með heila leikmann og ég einbeiti mér bara þeim. Ég er ekkert að velta fyrir mig núna hvað Steini hefði gert, hvað Donni hefði gert. Þetta er staðan og ég hef bara undirbúið liðið og riðilinn með þá leikmenn sem ég hef. Þannig að svo geta bara við og allir bara velti fyrir okkur hvað hefði ef riðillinn er búinn Þú ert ekkert að fara að kalla inn einhvern auka manni eins og staðan er núna? Já og nei ég er bara ég velti þess aðeins svo mikið fyrir mér, það er bara eins og það er þetta vil ég helst fara með 18 heila leikmenn á stórmót og ég held að sé alveg ljóst að Steini verði ekki með okkur í riðlinum og þar leiðandi ef ég teka með þá er ég að taka með mig þetta leikmenn og það er ekkert einhver óskastaða en ég vil samt hafa með ef hann skildi að þróast í þá átt að geta beitt sér á mótinu, það var mikilvægt að hann sé búinn að vera með okkur allan tíman en ég ætla bara ég er bara ennþá að melta þetta og við tökum stöðuna bara eftir hver einustu æfingu, eftir hvern einasta dag með læknateyminu og förum yfir þetta og það er ekkert útilokað en það getur líka vel verið að við förum bara í þessari mynd til Frakklands.